Við erum stödd í Oddeyrarskóla á Akureyri. Þar var haldið upp á dag íslenskra tungu. Allir söfnuðu saman á sal í upphafi dags. Nemendur á yngsta stigi höfðu æft nokkur lög sem sungin voru af innlifun. Oddeyrarskóli hefur tekið þátt í þjóðarátaki læsi. Átakið hefur að miklu leyti falist í að hvetja nemendur til að lesa meira. Á degi íslenskra tungu voru lestrarhvetjandi hillur vígðar. Þær eru sérsmíðaðar og nokkur fyrirtæki í bænum lögðu verkefninu lið. Þessar hillur hvetja sjálfsagt krakkana í Oddeyrarskóla til að lesa sér til gagns og gamans. Arnar Már Arngrímsson tók nýverið við barna- og unglingabókmenntaverðlaunum Norðurlandaráðs. Hann mætti í Oddeyrarskóla, talaði við krakkana og færði skólanum verðlaunabókina sína Sölvasaga unglings. Og hann segir mjög mikilvægt að krakkar læri að lesa. Það er bara lífspursmál að á þess að lesa og án tungumálsins þá höfum við ekkert samband hvorki við fortíðin, nútíma kynslóðina, né framtíðina og burtséð frá móðumáli þá er ekki síður mikilvægt að læra erlend tungumál og ekki bara ensku. Og tækifærin hafa aldrei verið jafn mikil og mögnuð og ég hlakka mikið til að skoða nýja vefinn í dag, málið.is, þar sem er búið að safna saman öllum helstu orðabókum íslenskunnar og ég allavega í dag líst mér svo að framtíðin sé björt í þessum efnum. Þú varst mikið sem gutti á Eyrinni. Varstu lestrarhestur sem ungur strákur? Já, algjörlega. Að það voru stundir sem að fór bók á dag og maður var fljótlega svona upp úr fermingu farin að skoða allskyns skrýtna hluti sem maður skildi ekki og þá náttúrulega var ekki þessi skipting milli barna- og unglingabóka og fullorðinsbóka endilega, þannig að maður fór að glugga í Laxness og Kafka og einhverju djöfisvitleysu þegar maður hafði ekki vitsmuni til að skilja nokkuð skapaða hlut, en þarna sá maður eitthvað sem að mótaði mann. Já, það er lífspursmál að vera læs, segir verðlaunarithöfundurinn Arnar Már Arngrímsson. Lesið þið mikið, stelpur? Já, ég byrjaði að lesa þegar ég var 5 ára. En þú lest þú mikið? Já, ég les rosalega oft þykkar bækur heima á kvöldin. Er það ekki svolítið erfitt að halda á þykkum bókum? Nei, ekki þvílík. Þá hef ég bara von á mér eiginlega. Farið á bókasafnið og náið þar í bækur eða fáið bækur í skólanum? Það er mjög misjafnt. Ég á heima hliðin á bókasafninu, þannig að ég fer mjög oft á bókasafninu allavega. Já, þú ert bara heima við hliðin á bókasafninu, sko. Já. En hvernig bækur lesið þið? Ég les eins og Kapteinn Ofurbrok og svoleiðis. Ég les oft dagbækur og ævintýrabækur. En spennusögur, það sem eitthvað svona ógeðslegt gerist? Ég er ekki mjög mikið fyrir það. Já, pínu eins og Hrollveiki og Gæsahúð. Ég les stundum þær. En hillurnar frammi sem var verið að taka í notkun núna, hvernig líst ykkur á þær? Bara vel. Ég ætla að taka fullt af bókum einhvern tímann. Mér finnst það bara mjög flottar. Uppáhaldsbókin þín? Ég veit það ekki alveg, ég har svo margar uppáhalds. Ef ég ætti að velja eina, þá myndi ég örugglega velja Ævintýraeyjan. En ef þú mætti velja eina bara? Þá var það Skórsönnarnir. En þið eru báðar alveg fluglæsar? Já.